Einar, enn og aftur, þrillar hjá ykkur mönnum og þið endið með short end of the stick eins og Kanni segir. Já, hrikalega svekkjandi. Mér fannst við spila virkilega vel í kvöld og berjast þvílíkt og verðskulda sigur en vissulega voru Stjörnumenn segir og það voru við sem að koma okkur í rauninni í hálf ótrúlega stöðum með að geta klárað til venjulegum leiktíma og vorum óumlega að klára það ekki og þeir voru segir að halda sjó í fyrstu framlíkingunni. Það vantar náttúrulega alveg hrikalega lítið upp og bara hrikalega svekkjandi fyrir mitt lið. Hvernig var svona tilfinningin svona undir lokleiks og hugsaðu með þér alveg bara, já, við erum að fara að taka þetta? Já, ég gerði það. Mér fannst liðið vera, og mér er búin að liða þannig allan dag að við værum að fara að koma hérna til þess að vinna og mér fannst liðið taka gott skref fram á við á sunnudaginn að spila frábæra liðsbolta og miklu meiri barátta heldur en verið það sem maður hausni og við bættum í það í kvöld. Við vorum að spila á móti frábæra liði. Þeir eru gríðarlega vel mannaðir sko. Þeir eru með Justin, Jóhann sem er ekki bara öflugir, þetta er náttúrulega gríðarlega reyndir leikmenn. Nils mjög góður hjá þeim, þannig að við erum að eiga við ofboðslega sterkt lið. En mér fannst við spila frábærlega í kvöld og það er ekkert margir sárari tapleikir á ferðinu sko. Já, eins og segir Stjarnan sterkt lið, þið standið í þeim, þið eigið inni leikmann. Er ekki bara hægt að vera svona bærilega sáttur með frammistöðu? Nei, ég meina við erum einu leikmann, Stjarnan þó að ég sé með 3 leikmenn af erlendu bergi broti, þá er þeir líka inn í mann, þeir geta fengið sér Kanni svo við. Þannig að við erum ekkert eitthvað að telja, við mættum með 10 leikmenn og 5 inn á eins og þeir og skiptir engu máli hver er í búning. Við vorum bara með menn sem lögðu allt í þetta og við erum allt annað en sáttir. Við erum hrikalega svekktir og já, bara ótrúlega vonbrigði að klára þetta ekki og okkar spilamennska fannst við vera upp á sigur í dag.